Þá kom að næsta liða dagskrá, umræðum SÁÁ, göngudeild á Akureyri og til máls tekur bæjarfulltrúi Hilda Jana Gísladóttir. Sorry. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég ætla aðeins að ræða starfsemi göngudeildar SÁÁ á Akureyri sem að stendur til að loka núna áramótin eins og allir hér vita væntanlega. En mér langar að fara svolítið yfir stöðuna eins og ég sé hana miðað við bestu upplýsingar sem mér hefur og við höfum náð að viða að okkur varðandi þetta mál sem er áhugavert. Mamma sagði það reyndar alltaf klippingar að það voru slæmar, þannig ég meina þetta í alvörunni áhugavert. Mér langar að byrja að segja að við erum auðvitað ansi mörg sem eigum bara líf okkar sjálfra og ættingi okkar starfsemi SÁÁ að þakka. Og þetta í rauninni öflugasta meðferð við fíknisjúkdómum á Íslandi og held ég að mér sé óhætt að segja að þó víða væri leitað. Ég held að við eigum þessu félagi mikið að þakka en ekki síður þeim sem að borga fyrir starfið, þá ekki síst ríkinu og þar af leiðandi öllum skattgreiðendum á Íslandi og auðvitað þeim sem að koma fram með styrki fyrir starfsemina. En rekstrakostnaður SÁÁ í heild sinni miðað við ársreikninga 1,3 milljarður og rekstraféð að mestu leyti fengið frá ríkinu, fjárframlögum frá ríkinu 913 milljónir, en einnig með þjónustusamningum, seldri þjónustu, styrkjum og fleira. Fjárframlög til ríkisins eftir því sem að við komumst næst, eyrnamerkt sjúkrahúsinu Vogi og eftir meðferðarmiðstöðinni Vík og meðferð við ópíóðafíkn. En ekki hafa verið gildi neinir samningar rekstur göngudeilda á Íslandi frá árinu 2014 eftir því sem kemst næst. En áður voru samningar við Sjúkratryggingar Íslands starf göngudeilda, þar sem að sjúkratryggðir einstaklingar greiddu þannig með óbeinum hætti fyrir þessa heilbrigðisþjónustu. Starfsemi SÁÁ utan höfuðborgarinnar núna aðeins þessi göngudeild hér á Akureyri, þar sem að nú starfar einn starfsmaður í 60% starfi og það opið á þriðjudögum, miðvikudögum og fimmtudögum. En áður fyrr þá var þar starfsmaður í 100% starfi og þá var opið líka á mánudögum og fyrir hádegi á föstudögum. En ég ræddi þetta við lækningaforstjóra SÁÁ sem segir að í rauninni að þjónustu magnið sé óbreytt, sömu úrræði, viðtöl og eftirfylgni í boði. En breytingin hefði falið í sér að þjappa þjónustuna á 3 daga og hafa þá lengri vinnudaga. Eftir því sem að við komumst næst þá eru viðræður milli Sjúkratrygginga Íslands, velferðarráðuneytisins og SÁÁ einfaldlega bara í frosti. Það hafa engin samskipti orðið þar á milli aðila langan tíma og í rauninni mjög ólíklegt að einhver lausn sé í sjónmáli. En til þess að skilja þessa stöðu aðeins betur að langar mig að fara yfir þetta aðeins í sögulegu samhengi vegna þess að við höfum oft heyrt þetta á að loka göngudeildinni og svo henni ekki lokað og svo á að loka henni og svo henni ekki lokað. Árið 2000 var göngudeild SÁÁ á Akureyri á ríkisfjárlögum en árið síðar var hún horfin af fjárlögum og ákvað SÁÁ að loka deildinni fyrir norðan. Árið 2002 var gerður þjónustusamningur milli heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytisins og tóku Sjúkratryggingar Íslands þá yfir samningsumboðið fyrir hönd ríkisins og gilti það til ársins 2009. Árið 2010 tók SÁÁ aftur ákvörðun að loka göngudeildinni og þá kom fram að rekstur göngudeildarinnar kostaði 15 milljónir króna á ári. Þá ákvað Akureyrarbær að koma inn í málið og leggja fram þriðjunga rekstrakostnaði ríflega 5,4 milljónir króna og það fjármagn, nákvæmlega sama krónutala, hefur haldið sér þessi 8 ár sem liðin eru frá þeim tíma. En þess má líka geta að Akureyrarbær og Reykjavíkurborg eru einu sveitarfélög landsins sem eru með samninga við SÁÁ. Reykjavíkurborg með þjónustusamning upp á 20 milljónir króna sem meðal annars eyrnamerktur í sálfræði þjónustu fyrir börn en Akureyrarbær eins og áður segir með 5,4 milljónir króna. Árið 2014 sagði heilbrigðisráðuneytið upp þjónustusamningu við SÁÁ göngudeildir og samkvæmt upplýsingum sem við komumst að þá hefur göngudeildir sem sagt verið án ríkisframlag frá þeim tíma en áður hljómaði að sjá samningur upp á 40 milljónir króna. Heildrar rekstrakostnaður göngudeilda á Reykjavík og Akureyri 180 milljónir króna á ári og samkvæmt upplýsingum frá formanni SÁÁ þá ætti
þjónustusamningu við ríki upp á 80 milljónir króna að gerbreyta stöðunni. Þetta hefur verið langt og strangt ferli að ná fram upplýsingum og eiga í samskiptum við fólk og mér langar líka aðeins að lýsa því að ég held að það lýsi líka því sem að kannski bak við tjöldin. Í fréttum RÚV í janúar á þessu ári var haft eftir formanni SÁ að rekstrarkostnaður göngudeildarinnar hér á Akureyri væri 17 milljónir króna og hefði því hækkað 2 milljónir frá árinu 2010. Kannski var reynda meiningin svo að það vantaði upp á 17 milljónir með að þessar 5,4 héldust frá Akureyrarbæ. En því að einhverju síðar þá kemur fram að í greinargerð SÁ að kostnaður við rekstur göngudeildarinnar væri 23,9 milljónir króna en samkvæmt síðustu upplýsingum í samtali við formann SÁ rekstur göngudeildarinnar núna talin kosta 25 milljónir króna. Samkvæmt grein eftir formann SÁ sem birtist núna í lok ágúst, einmitt þegar við vorum að eiga í samskiptum þessi mál, kemur fram að það sé líklega orðið of seint að bjarga þessum rekstri á Akureyri. Ekkert hafi heyrst frá stjórnsýslunni síðan í janúar þegar tilkynnt var lokun. SÁ hafi auglýst eignir sína fyrir norðan til sölu og stefnir nú að opna göngudeildarþjónustu með fjarfundabúnaði. Vissulega fagna ég því í stóra samhenginu að huga sig að fjarfundabúnaði en ég tel ljóst að skaði Norðlendinga við að fá ekki áfram þá þjónustu sem hefur í boði sé verulegur. Í grein formannsins segir með leyfi forseta: Í mörgum málum engu líkara en að stjórnsýslan og pólitíkin sitji föst og innilokuð á endalausum kaffi- og kleinufundum. Þegar þjónusta eins og SÁ hefur byggt upp á Akureyri í aldarfjórðung hefur margsanna sig, ætti hið opinbera að tryggja sjálfbærni hennar svo SÁ geti í framhaldinu horft til framtíðar og nýtt krafta sína og þekkingu til nýsköpunar og uppbygginga innviða í samfélaginu. Ég kannski að draga þetta fram að því að hann mjög harðorður. Í samtali mínu við formann stjórnarinnar segir hann að það sé samt þegar ég var að reyna að sækjast eftir og við sækjast eftir upplýsingum hvað kostar rekstur göngudeildarinnar á Akureyri, segir hann að það sé í rauninni ekkert hægt að tala sérstaklega hvað göngudeildin á Akureyri kosti, þar sem að göngudeildarstarfsemin sé ekki aðgreind í reikningum og sé rekin saman. Þar að auki sé ekki hægt, eins og ég gerði áðan, að segja að það væri einn starfsmaður í 60% starfi, heldur séu allir starfsmenn SÁ starfsmenn allra starfsemi SÁ. Hann bætti því líka við árið 2015 hefði verið gerð misheppnuð tilraun að koma á samstöðu innan Eyþings, samband sveitarfélaga á Eyþingssvæðinu rekstur göngudeildar og tók það sérstaklega fram að hann hefði upplifað að hróp og köll hefðu verið gerð að honum. Þar hefði ekki bætt að því við að formaðurinn hefði sendt bréf til bæjarstjórans á Akureyri í mars 2017 og SÁ hefði ekki fengið nein svör. Ég fletti því máli upp og sá að erindið var reyndar tekið fyrir í velferðarráði strax í 5. apríl og síðan 7. júní, það sem var samþykkt að veita áfram árið 2017 og 18 sömu upphæð 5,4 milljónir króna. Ég veit ekki hvort að það hefur senduð tölvupóstur við það tilefni til SÁ en málinu var allavega ekki sópað undir teppið eins og ég upplifði að það væri verið að gefa til kynna. En allavega þá síðan spurningin, og ég veit ekki hvort að það stóra spurningin, en þessi rekstur virðist þá kostað 15 milljónir árið 2010 en kostið 25 milljónir í dag. Þann 12. júlí þá sendum við erindi á heilbrigðisráðherra sem við óskuðum eftir samtali stöðu göngudeildar SÁ á Akureyri og fyrirhugaða lokun, en eftir að hafa ekki fengið nokkur svör þá sendum við ítrekunarpóst þann 14. ágúst og í lok ágúst fengum við þau svör að við getum fengið fund með henni í október. Þetta gengur allt mjög hægt. Í síðustu viku fékk ég síðan símtal frá heilbrigðisráðherra þar sem við ræddum þessi mál stuttlega en hún sagðist í samtalinu að gera sér fyllilega grein fyrir stöðunni og aðspurðum byggðajafnrétti í þjónustu við fíkla og fjölskyldu þeirra sagðist hún telja mjög mikilvægt að leggja áherslu á jafnræði í þjónustunni þar með talið byggðajafnræði. Hún vildi hins vegar ekki tjá sig neitt meira þetta mál. Formaður stjórnar SÁ segir að til greina komi að gera sérstakann þjónustusamning við Akureyrarbæ þjónustu við bæjarbúa en eini möguleikinn til að halda úti óbreyttu starfi göngudeildarinnar á Akureyri fyrir Norðurland allt sé að ná samningum við ráðuneytið sjúkratryggingar og það þarf greinilega ofboðslega mikið að gerast til þess að svo verði. Ég hef líka heyrt því fleygt hvort að við þurfum endilega að vera með göngudeild á Akureyri, hvort við getum ekki bara ráðið áfengisráðgjafa
hjá Akureyrarbæ. Mig langar aðeins að útskýra hvers vegna ég alfarið ósammála þeirri nálgun. Á árunum 2011 til 2015, sem sagt á 4 ára tímabili, voru 608 innlagnir á Vog þar sem var að ræða íbúa Akureyrarbæjar. Og göngudeildarstarfsemin algjörlega samofin því starfi. Greiningaviðtöl sem stundum leiða til þess að viðkomandi fer í meðferð, stundum í það að þau fari í viðtalsþjónustu á göngudeildinni, en ekki allir fara endilega í meðferð. Eftir meðferð á Vogi og jafnvel Vík, þá tekur við göngudeildarstarfsemi þar sem fólk oft í viðtalsmeðferð jafnvel ár eftir heimkomu. Síðan þar, sem sagt, eftirfylgni við meðferð kvenna og karlahópar og meðferðarhópar. Og svo annað sem ég til allavega mjög mikilvægt og kannski tala líka af reynslu þar, að það eru haldin fjölskyldunámskeið og það eru stuðningsviðtöl í boði fyrir aðstandendur, en ég get alveg fullyrt það að aðstandendur eru nú oftar en ekki mjög brotnir á þeim tíma þegar fíkill fer í meðferð. Og leyfi ég mér stórlega efast að fjarfundabúnaður komi í staðinn fyrir þá þjónustu. Í þessari upplýsingaöflun þá held ég að niðurstaðan sé svolítið sú, eða tilfinningin, að Sjúkratryggingar, Velferðarráðuneytið og SÁÁ sé orðin bara dauð leið á hvort öðru. Og samskiptin séu ekki mjög uppbyggileg og ég óttast þessi slæmu samskipti eða hreinlega samskiptaleysi bitni á vilja allra aðila sem að málinu komi til þess að leysa það. Og það síðan bitni á þeim sem að síst skildi, sem eru fíklar og sjúklingar og aðstandendur þeirra hér á Norðurlandi. Ef að þá fara út í einhverjar, sem ég veit ekki hvort það en ég leyfi mér að fabúlera, ef að breyta á einhvers konar fyrirkomulagi við meðferð fíkla á Íslandi, til dæmis með aðkomu göngudeilda, geðdeilda sjúkrahúsa meðferðarstarfi, og þá ekki SÁÁ, að þá áhugavert að skoða efnahagsreikning samstæðunnar SÁÁ, en árið 2016 í árslok þá námu eignir SÁÁ tæpum 1,4 milljörðum og var eigið fé jákvætt 580 milljónir í árslok. Og reyndar fyrir utan það hugsjónastarf sem unni hjá SÁÁ sem ég til seint að hægt sé alveg að kaupa, aukuð þetta sjálfsaflafés. En ég leyfi því nú að liggja milli hluta. Reyndar vil ég líka nefna í stærra samhengi og velta fyrir sér hvers vegna það sé ekki jafn öflugt starf fyrir hendi á Íslandi fyrir þá sem að glíma við geðsjúkdóma, eins og fyrir þá sem glíma við fíkn. Ef að einhver þarf að lenda því að vera annarkvort fíkill eða að glíma við geðsjúkdóma, þá mæli ég með fíkn, því að það er betri umgjörð. En burtséð frá öllu þessum vangaveltum, þá situr eftir svo staðreynd að það er hreinlega mannréttindabrot að íbúar á svæðinu fá ekki áfram göngudeildarþjónustu, að minnsta kosti á meðan á sjúkrahúsi Vogur og eftirmeðferðarheimili Vík sinna meðferð fíkla á Íslandi með ríkisstuðningi og göngudeild óumdeilt hluti af því starfi. Lokun göngudeildarinnar telja að lokum að myndi ekki valda aðeins tilfinningalegu og heilsufarslegu tjóni fyrir íbúa á svæðinu, heldur til lengri tíma litið einnig fjárhagslegu tjóni fyrir sveitarfélagið. Bæjarfulltrúi Hilda Jana Gísladóttir lokið máli sínu og orðið laust. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Eva Hrund Einarsdóttir. Forseti ágætu bæjarfulltrúar. Ég vil bara byrja á því að þakka þér Hilda Jana fyrir mjög góða yfirferð og mikla upplýsingagjöf. Þetta er mjög fræðandi fyrir okkur sem að þekkjum ekki alveg söguna og ég bara tek undir áhyggjur þínar af stöðunni og hvet þá sem koma að málinu að bregðast við og það hratt, þannig að náum að leysa þessi mál. En mér langaði bara aðeins af því það tengist þessu máli og bara landsbyggðinni yfir höfuð. Ég ætla að taka undir með fyrrverandi bæjarfulltrúa hér sem situr nú á þingi Njáli Trausta yfir því að við þurfum að fara að hugsa hlutina svolítið upp á nýtt þegar við erum að gera samninga eða ríkið er að gera samninga. Hvernig landsbyggðin kemur inn í það? Því að við erum alltaf að tala um kynjaða fjárhagsáætlanagerð og hann leggur til að við höfum líka að horfa á landsbyggðar fjárhagsáætlanagerð.
Og mér finnst það bara ekkert síður mikilvægt því að allavega það upplifun okkar á landsbyggðinni að við fáum oft skerðan hlut og til dæmis í þessum efnum. Og þar sem að þetta ekki fast í samningum við SÁÁ að halda úti starfsemi út á landi, þá mjög auðvelt að nota það sem vopn til þess að sækja sér meiri pening til ríkisins. Og ég skil alveg að fólk fari þá leið, því að þá færðu landsbyggðarhlutann með þér í lið til að berjast fyrir fjármagninu. Þannig að ég held að við ættum að hvetja ríkið og bara okkar alþingismenn að berjast fyrir því að það verði horft til landsbyggðanna þegar að samningar eru gerðir. Það bæjarfulltrúi Eva Hrund Einarsdóttir lokið máli sínu og vill að orðið laust. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Sóley Björk Stefánsdóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég svo sem ekkert sérstaklega miklu við að bæta en mér langaði bara til þess að þakka bæjarfulltrúa Hildíönu fyrir að vekja máls á þessu og einmitt fyrir alla þessu upplýsingaöflun og miðlun sem hérna á sér stað. Og mér langaði bara hérna svona velta vöngum yfir nokkurum atriðum örstutt sem að komu fram sem ég finnst bara áhugaverðir vinklar á umræðunni. Mér fannst til dæmis samanburðurinn þjónustu við fíkla annars vegar og hins vegar fólk með geðsjúkdóma hins vegar, það eitthvað sem að einmitt má virkilega benda á bara ekki eðlilegt. Og þarna þarf hið opinbera og ríkið bara og heilbrigðiskerfið og heilbrigðisráðherra að fara að bæta verulega úr. Og í framhaldi þá velti ég fyrir mig nefnilega líka mikilvægi félagasamtaka og hugsjónastarfs, af því að auðvitað þarna félagasamtaka SÁÁ sem að eins og bæjarfulltrúi Hildíöna bendir á orðið gríðarlega stórt og öflugt og virðist sem að einhvern veginn hafi bara greinilega á einhverjum tímapunkti verið tekið svo stefna að þetta apparat ætti bara að sjá þjónustu við fíkla og alkóhólista. Og núna einhvern veginn sitjum við uppi með þetta og enga í raun og veru aðra valkosti, enga opinbera rekna þjónustu við þennan hóp og það er raun og veru, erum bara í þeirri klemmu að þessi verði varla breytt eða það alveg meiri háttar mál örugglega að fara að breyta þessu eitthvað og nóg að gera mitt í heilbrigðiskerfinu annars staðar við að byggja upp þjónustu eins og til dæmis við fólk með geðröskun. Þannig að mér finnst þetta bara ótrúlega áhugavert hvernig einhvern veginn þessi ákvörðun á sínum tíma sem tekin að velta þessu út á einhver hugsjónasamtök sá bolti bara stækkar og ég held að það sé eitthvað sem við ætlum að hafa í huga bara líka varðandi annað. En einmitt á sama tíma þá vildi ég velta upp samt mikilvægi hugsjónasamtaka og þjónustu þó hún eigi bara að mínu mati og það bara þess vegna sem langar bara að segja það hún getur og á ekki að koma í staðinn fyrir opinbera þjónustu af því þá einmitt lendir maður kannski í einmitt einhverju svona átökum og einmitt sem að bitna síðan bara á fólki sem að þarf mest á þjónustuna að halda og stendur veikast gagnvart því að lenda svona á milli. Og aftur vil ég bara líka taka heilsugar undir með bæjarfulltrúa Evu að auðvitað eiga bara samningar sem ríki gerir við þjónustustofnanir að kveða á þjónustu við landsbyggðirnar. Þetta algjörlega óásættanlegt og þetta ekki í fyrsta skipti sem að þetta kemur upp. Og þetta bara samningar við alls konar menningarstofnanir sem að ríkið að setja pening í. Og það yfirleitt, það bara ekki kveðið á þjónustu við landsbyggðirnar. Þetta algjörlega fáránlegt. Þannig að við þurfum einhvern veginn að reyna bara að hamra á þessu held ég bara mjög lengi og bara að við séum líka meðvituð það að minna á þetta. En takk fyrir aftur góða umræðu. Það bæjarfulltrúi Sóley Björk Stefánsdóttir lokið máli sínu og ég ætla að biðja bæjarfulltrúa Hildíönu Gísladóttir að taka við stjórnfundarins og gefa mér orðið. Bæjarfulltrúi Halla Björk Einarsdóttir hefur beðið orðið. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég ætla nú bara að byrja og hef svo sem ekkert miklu við að bæta en byrja að þakka bæjarfulltrúa Hildíönu fyrir þessa fínu yfirferð og upplýsingar sem búin að afla sér fyrir okkar hönd auðvitað allra og ætla að taka þetta undir nokkur atriði í umræðinni. Mér finnst til dæmis
Þetta eru samtök einmitt sem njóta mjög mikilla velvildar í samfélaginu og eru grasrótarsamtök búin að vera hérna í 40 ár eða yfir 40 ár og hafa séð þessa þjónustu þar að segja SÁÁ fyrir fíkla í gegnum tíðina og við sem almenningur erum komið þar að í þessum grasrótarsamtökum styðjum við mjög allavega flestir og lítum á þetta sem svona, já, eins og ég segi, njóta mikilla velvildar. Svo erum við hinum megin, þar að segja ríkisins megin, að semja við þessi samtök að veita einhver ákveðna þjónustu. Og það getur vel verið að þetta hafi gengið upp að göngudeildarþjónusta væri bara í Reykjavík á einhverjum tímapunkti, en svona þegar framlíðastundi þá alveg ljóst og þetta hefur verið hérna á Akureyri í 28 ár og það er algjörlega óásættanlegt að það sé verið að leggja þetta niður. Það bara getur ekki, verið nein heil brú í því. Og galið að ætlast einhvern veginn alltaf til þess að sveitafélögin út á landi hlaupundi bakka. Þarna þurfum við, og eins og bæjarfulltrúi Eva Hrund benti á, samningarnir í hverju sinni að innihalda einhvers konar klausu að partur af þessu fjármagni fari út á land. Og við erum að sinna svo stóru svæði og þetta er landsbyggðarsvæði. Það er Norðurland og Norðausturland. Það er landsbyggðin. Hinn hefur meira aðgengi að höfuðborgarsvæðinu. Og ég ætla bara að hvetja samningsaðila að leysa þetta mál og halda göngudeildinni opinni. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Hallabjörg Reynisdóttir hefur lokið máli sínu. Og tekur við stjórnfundarins. Þá tekur til máls bæjarfulltrúi Þórhallur Jónsson. Forseti ágætu bæjarfulltrúar, ég vil þakka Hildíunu Gísladóttur fyrir að vekja máls á þessu. Mér finnst þetta eitt af svona þessu sorglegi þessum samskiptum við ríkið og sveitafélaga. Það er eins og við séum notuð þarna sem svona milli SÁÁ og ríkisins eitthvað peð. Það er alltaf hótað að loka á Akureyri eða út á landsbyggðinni og skerða þjónustunum við landsbyggðina og þannig að fá peninga. SÁÁ að mér skilst ekki tilbúið að hlusta á það að ríki komi með ákveðna peninga og eyrnamerkið á starfseminni hér. Þetta skilst mér á samtölum. Mér finnst óeðlilegt að það sé ekki hægt að semja að halda göngudeildinu opinni hér með ákveðnum föstum fjárlögum sem að ríkið ákveður að setja og styrkja SÁÁ og þeir geti ekki bara ráðast að þessu fé eins og þeim sýnist, heldur það sé tilgreint til þess að þjónusta landsbyggðina. Mér finnst það bara sjálfsagt mál. Varðandi okkar aðkoma að þessu máli að þá finnst mér þessi peningar sem við höfum verið að setja í þetta, jú, gott og vel hefur gert þess að halda þessu gangandi, en ríkið að hafa ansi mikla tekjur af mér og fleira fólki sem drekkur áfengi, það ekkert alveg ókeypis. Og mér finnst alveg sjálfsagt mála að styðja vel við þessa starfsemi og halda þessu gangandi að því að það er mjög dýrt fyrir okkur að missa þetta fólk aftur í fíkn og við verðum bara að vinna í því og reyna að gera þetta sómasamlega hérna. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Þórhallur Jónsson hefur lokið máli sínu, orðið er laust. Ef ekki eru fleiri sem vilja taka til máls, þá liggur hérna fyrir tillögu bókun. Bæjarstjórn Akureyrar fordæmi þau áform SÁÁ að loka göngudeild sinni á Akureyri næstu áramót. Það er á okkar mati algjörlega óásættanlegt að í þjónustusamningi ríkisins við SÁÁ sé ekki skilgreind nein þjónusta utan höfuðborgarsvæðisins. Bæjarstjórn skorar á SÁÁ og ríkisvaldið að bæta úr þessu hið fyrsta og felur bæjarstjóra að ræða við samningsaðila og leita leiða til að koma í veg fyrir að þjónustan verði lögð niður. Þeir sem geta samþykkt það gefa merki. Það eru 11, takk fyrir það.